Nú skulum fara að tala yfir móðurmálið okkar, þau eru hérna hjá okkur, þau eru bæði stjórnsýslufræðingar, Haukur Arnþórsson og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Við ætlum aðeins að fara inn í svona nokkrar svona götur af þessu sem hefur verið að gerast hérna síðustu dagana. Haukur, mér langaði að ræða við þig ákvarðanatökuna í þessu, því að hvað sem gerist þegar mál fer í þjóðaratkvæðagreiðslu á þennan hátt. Þú hefur verið frekar gagnrýninn á það. Já, ég hef verið að fylgjast með rafræna lýðræðinu síðan það kom til fyrir svona 20 árum þegar almenningur fór að tengjast lýðræðinu, fór að tengjast netinu, og það eru ákveðin einkenni þar sem að menn hafa haft áhyggjur af. Menn hafa haft áhyggjur af því að netfyrirvarnir séu ekki dæmigerðir fyrir þjóðirnar. Þessi hópur sem býr miðlægt, þessi hópur sem hefur góða félagslega stöðu, og alveg frá 1995 hafa nágrannaþjóðir okkar verið með heilmikil verkefni í því að styrkja minnihlutahópa á netinu. Hér höfum við svo séð netverja við erum með meira tengda þjóðin en flestar aðrar, við höfum séð þetta þróast hjá okkur og aldrei verið eins og virkt eins og einmitt núna. Og þá sjáum við að kemur fram þessi krafa sem ég kalla takkalýðræði. Og hún eiginlega tvennslags. Það annars vegar sem sagt krafa beinlýðræði, sem að menn einhvers konar takka ákveði hlutina, og hins vegar fellur svo saman við það sem að forseti Íslands hefur verið að tala með þjóðaratkvæði. Og nú erum við búin að sjá þetta verða að veruleika. Menn hafa jáfnvel talað Facebook-lýðræði, hérna að menn koma og safna saman þar og vinna einhverjum málum fylgis, en þú segir að það sem getur gerst í þessu er að múvæsing geti gripið sig. Já, ef við lítum á þessi tvö hugtök sem eins og beinlýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu, þá er þetta ólík hugtök. Beinlýðræði er ekkert notað í okkar heimshluta í að stjórna heilum þjóðríkjum. Það er bara misskilningur. Það er form sem enginn ætlar sér í, og það er ekki krafa rafræna lýðræðisins í heiminum að fara út í beinlýðræði. Hins vegar er þjóðaratkvæðagreiðslur eitthvað sem er notað þó í okkar heimshluta við ákveðin skilyrði. Og þau skilyrði meðal annars svo að umræðan sé upplýsingagjöfin og umræðan sé þroskuð. Þannig að almenningur hafi bæði tíma og tækifæri til þess að móta sér upplýsta skoðun. Það sem hefur gerst hjá okkur er það að það hefur myndast gjá milli opinbera aðila og almennings sem er þannig að við erum með mest tengda almenning í heimi á netinu, en við erum með lökustu stjórnsýslu í Vestur-Evrópu, sem sagt rafrænu stjórnsýslu. Það segja að þjónusta ríkisins á rafrænum miðlum, uppbygging gagnagrunna, uppbygging þeirra verkfæra sem stjórnsýslan og stjórnmálamenn og embættismenn þurfa að hafa, hún er langt á eftir því sem gerist í okkar heimshluta, þannig að það er ekki svona gjá í öðrum löndum, en þessi gjá er hér, þannig að hún getur gert það verkum að upplýst umræða á netinu sé ekki eins og hún ætti að vera. Hins vegar hef ég talað aðra gjá, af því að það er nú talað gjár í þessari umræðu, og hún er raunverulega milli gömlu fjölmiðlana sem ekki stafrænir og netsins. Við höfum séð á allra síðustu dögum hvað fjölmiðlar erlendis í engilsaxneska heiminum eru orðnir stafrænir og fljótir að bregðast við á netinu. Og við sjáum hins vegar að hér gengur allt meira og minna á gömlu miðlunum, og netið er alveg annar heimur. Og fræðimenn og þeir sem birta greinar þjóðfélagsmál, þeir eru að birta ennþá í tímaritum sem eru gefin út, kannski bara í sárafáum eintökum á Íslandi. Jafnvel vandaðar greinar birtast í slíkum miðlum, og þannig að maður spyr sig, er netið á Íslandi vegna þess að tveggja gjáa? Er það ekki bara mögulegu vettvangur múgsefjunar við þessar aðstæður? Þannig að þegar við förum að tala takkalýðræði, beinlýðræði, þjóðaratkvæðagreiðslu, höfum við þær aðstæður þá innviði að þetta sé allt saman málefnalegt og skoðanamyndunin sé vönduð.
Sigurbjörg, ég ætlaði nú að nefna við þér svona það sem ég hef áður talað um í þessu, það þessi pólitísku leikur sem í gangi og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla kemur inn í þetta og hún náttúrulega setur málið í mjög mikla óvissu og setur þetta allt upp í loft. Já, þá sko verðum við líka að muna eftir því að við erum að koma hér út úr afskaplega erfiðu ferli og svona þessi pólitíska atburðarás sem hér hefur átt sér stað í kringum Icesave, við erum öll að koma út úr henni móð og másandi. En það má sjá öll einkenni í þessari umræðu sem einkenna mjög átaka pólitíkina. Það eru alls konar leikir og þeir eru nánast verða til þarna, þeir eru hluti af þessari átakahefð og það er svona eins og þessi aðferð að deila og drottna sem virkar þannig og hluti af þessari átakahefð, hún virkar þannig að þeir sem vilja eða hafa það að markmiði að ná völdum eða ná yfirhöndinni í umræðu eða í stjórn þeir reyna að veikja andstæðinginn og þeir gera það þannig með því að sundra allir hugsanlegri samstöðu sem kann að styrkja andstæðinginn. Þannig að hvernig þessi deila og drottna mekanismi eða aðferð virkar, hún virkar þannig að þessi sundrungaröfl fara af stað og það er allt bókstaflega gert til þess að sprengja upp hvað svo sem kemur upp. Það er glundróði, það verður óreiða og það verður mikil óvissa og þegar það síðan er hann á hámarki þá koma þessir sömu sundrungaröfl og bjóðast svona til þess að leiða okkur út úr þessari óreiðu sem þau voru sjálfir með að búa til. Og þetta andrúmsloft sem skapast í þessu svona pólitískri atburðarás sem við erum hugsanlega að fara inn í núna og ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk komi auga á þetta, komi auga á þessa prósessa eða þessa ferla vegna þess að þegar þú spyrð ykkur hvort hann taki þátt í svona eða sé hluta þess að hann neitar þessu auðvitað, það vill enginn gangast við svona. En þú hefur öll einkennin, við höfum öll einkennin hér á því að svona leikir eiga sér stað. Þetta er það sem er að gerast og hluti af þessu er það að þetta lokar, já til dæmis þessu í þessu tilfelli, þá sem hugsanlega vilja breyta skoðum, þá sem hugsanlega vilja fara inn í nýtt ferli, þetta lokar það svolítið inni. Af hverju? Jú, það er vegna þess að þetta virkar svona svolítið eins og eineltisferli, eineltismekanismi. Það er nákvæmlega sama hvað þú reynir að segja, þér er ekki trúað, það er gert grín að þér, þetta er ekki úr samhengi, þú ert tortryggður, eða þetta er jafnvel nota gegn þér. Og við svona aðstæður er mjög erfitt að skipta gír og fara inn í annað ferli. Hvernig óskubónur er þetta að rífa sig út úr þessu? Ég meina það eru margir að tala um það þurfi einhvern veginn að hefja þetta upp úr þessum hefðbundum pólitísku átökum, maður fann einhvern veginn að undir eins og þingið kom saman hérna og þeir byrjuðu að rífast á þessum hefðbundum nótum þá einhvern veginn bara sogaðist all loft út í samfélaginu. Og maður heyrði svona á þingmönnum sjálfum að þeir voru uppgefnir. Í rauninni er þetta ekki boðlegt. Nei, þetta er ekki boðlegt, en það sem er vandinn við þetta er svona hópsálar mekanismi. Þetta eru margir einstaklingar sem hér er að koma að þessu og jafnvel svona verða hluti af þessu svona án þess að gera sér grein fyrir því. Þannig að byrjunarstigi er að átta sig á því að svona leikir eru hluti af átakahefðinni. Og við erum alveg sérstöku í þessu og það sem að íslenskur almenningur þarf, þetta er ekki bara ábyrgð stjórnmálamanna. Íslenskur almenningur þarf að sjá þetta, hann þarf að byrja því að átta sig á þessu, svona er leikurinn og hann er til þessa og þessa gerður og hann á að hætta að haga sér eins og fótboltabullur á knattspyrnuleik og klappa upp þessa hegðun. En því miður að þá hefur svona svo hefð komið hér inn að það er flott að vera töff og það er flott að hafa klæki og sjá við einhverjum. Svona tegunda pólitík hentar mjög illa því ferli sem við erum að fara inn í núna. Það eru mjög vandasamar aðstæður sem við erum að fara inn í. Númer 1, við erum að fara inn í þjóðaratkvæðagreiðslu í fyrsta skipti í lýðveldissögunni. Elsti Íslendingurinn sem hefur tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu, hann er 87 ára gamall. Við veljum okkur ekki neitt auðvelt mál. Þetta er mál sem við erum öll meira og minna búin að standa á öndinni yfir og hver höndin upp á móti annarri. Elsti Íslendingur sem hefur tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu 87? Já, það var 1944. Já.
Og þá sérðu það, við erum ekki neitt mjög leikin í þessu. Það má kannski ekki alveg að segja satt þannig Ólafur Ragnar í viðtalinu við Paxman þegar hann fór að tala þjóðaratkvæðagreiðslurnar. Já, ég hef orðið lent í svolítilum vandræðum með að standa með landinu mínu þegar kunningjar mínar hringja í mér erlendis frá. Nú, heyrðu, ég vissi það ekki, þú hefur aldrei sagt okkur það að þið séu notið svona mikið þjóðaratkvæðagreiðslu og ég hef reynt að vera að skýra þetta. En sko, það bæði þetta, sjáu þið, það eru þjóðaratkvæðagreiðsla núna Icesave og það skýrslan sem að koma út. Og það ákveðin hætta á því að hún bara hreinlega falli í skuggan undir öllu þessu bríki sem nú áttur að vera þyrlað upp í kringum Icesave. Þannig að núna stendur upp á okkur, það stendur upp á fulltrúa okkar á þingi að byrja að vanda sig og núna verða fulltrúarnir líka átt að segja því að þetta fyrirbæri sem til og til þess gert að segja þessi deila og drottna aðeir sem hluti af þessu átakahefð, alls konar leikir. Þeir verða átt að segja á því að við sjáum í gegnum þetta og þarna höfum við almenningur lýðræðislega ábyrgð. Haukur, vilt þú enda þetta? Já, ég vil kannski nefna það að við þurfum að taka til umræðu netið og takkalýðræðið. Sko, það þannig að á netinu náum við ekki í það fólk sem að sannarlega ber ekki ábyrgð á útrásinni. Við náum ekki í minnihlutahópana. Við náum ekki í fólk sem lítið menntað, með lága tekjur, sjúklinga, öryrkja, atvinnulausa. Samkvæmt nýjustu tölum þá náum við meira sér illa til kvenna. Við náum sérstaklega illa til landsbyggðarinnar sem hefur minni menntun og minni tekjur en höfuðborgarbúa. Þannig að netið að ná til kallasamfélagsins á höfuðborginu, ungra og miðaldra kalla. En einmitt í uppbyggingaferlinu núna, þá langar okkur kannski í lýðræðinu til þess að ná í hópana sem ekki báru ábyrgð á útrásinni. Og netið einmitt það öfu. Það hefur búið að vera áhyggjefni í 20 ár að netið verkfæri þeirra sem hafa menntun og þeirra sem búa sentralt. Og við erum að sjá þá núna hlaupa fram og fá 50.000 undirskriftir með einhverju og þá spyr ég mig, hvað gerist þegar þeir verða með 100.000 undirskriftir? Vegna þess að þá þeir konum með helming þjóðarinnar og þá geta netverjarnir mín sagt, sko, ég með meirihlutann. Er þó ekki beina lýðræðið að ég fá að ráða? Og þá segi ég, já, það einkennir þróuð fulltrúalýðræði að lágværa raddir í þjóðfélaginu geta heyrst. Og við viljum kannski ekkert að helmingurinn, þessi 100.000 á netinu, ráði. Við viljum kannski líka að hinir hóparnir hafi rödd. Á hverju ætlum við að hlusta og hvaða form hentar okkur við stjórn þjóðfélagsins þegar til lengri tíma litið. Af hverju ætlum við að fara í annað lýðræðisform en önnur ríki þegar rafræn lýðræði í öðrum ríkjum það stefnir hvergi út fyrir fulltrúalýðræðið. Það hvergi verið að tala um það nema hér. Þannig að það verið að tala um upplýsingu, það verið að tala um þáttöku, það verið að tala um áhrif almennings. En það ekki verið að tala um að form hinnar endanlegu ákvarðanatökunum breytist. En hér þeirri spurningu stillt upp og þá segi hvað gerist ef við fáum allt í einu 100.000 undirskriftir þessa hóp sem að þeir virðist vera forréttindahópur. Já, þakka fyrir Sigurbjörg og Haukur.